Komið sæl. Við ætlum aðeins að hvíla okkur á þáttun núna. Við ætlum að byrja að skoða hvernig við teiknum upp annars stigs föll. Annars stigs fall þegar við erum að teikna upp jöfnu sem er annars stigs jafna, það er að segja ef x-ið er í öðru veldi, eins og hérna. Og þegar við erum með annars stigs fall, þá er ekki til svona fljótleg leið eins og að nota hallatölu og skurðpunkt sem ég hef sýnt ykkur áður til þess að teikna þetta upp. Þannig að það sem við þurfum að gera er að gera gildistöflu. Þið munið vonandi hvernig það virkar, en hér sjáum við þess að gildistöflu. Ég vel mér einhver x-gildi og ég hef ákveðið að velja þau frá -2 og upp í 2, sem er svona ágætistölur til að byrja með, þangað til í næsta myndbandi þegar ég fer aðeins nánar yfir það hvaða tölur er best að velja. En byrjum á þessu hér, og það sem ég ætla kannski að vara ykkur við er að þið þurfa að passa ykkur þegar þið setjum mínustölur hérna inn í annars stigs jöfnur. Ef að þið myndið slá í vasareiknin eitthvað sem lítur svona út, taka töluna -2 og setja í annað veldi, þá er vasareiknin bara hjálpartæki, hann hugsar ekki sjálfstætt. Þannig að hann fer að forgangsraða og reiknar fyrst hvað 2 í öðru veldi mikið, og það er 4, og svo er mínus hérna fyrir framann, sem að vasareiknin segir að eigi bara vera áfram þarna, vegna þess í raun er hann að margfalda með -1. En ef að þið gerir þetta rétt og reikna annarkvæmst í hugunum eða segið vasareikninum að þið ætla að taka töluna -2 og setja hana í annað veldi, með að setja sviga hérna utanum, svona, og þá fáið þið réttilega út 4. Og þess vegna þegar ég gerir hérna -2 í öðru veldi pluss 1, þá fæ ég út 5. En hvað græði ég á þessu? Jú, hér er ég komin með hnitið -2,5. Ég er sem sagt komin með 1 punkt sem ég get merkt inn á graf eða inn í hnitakerfi. Og hér er hnitakerfið og ég merki inn þessar 5 punkta sem eru komnir hérna út frá gildistöflunni, og síðan þarf ég að draga svona fleygboga í gegnum punktana. Passið ykkur að setja ekki svona vaff í gegnum þessa punkta. Þetta á að vera svona bogadregin lína eða fleygbogi sem lítur svona út. En þetta er sem sagt leiðin sem við þurfum að fara til að teikna upp annars stigs fall. Við ætlum aðeins að skoða meira og kíkjum á það sem heitir topppunktur eða botnpunktur. Annars stigs fall eru ekki sem sagt beina línur, eins og við erum vön að vinna mikið með, heldur snúa þessi gröf við í ákveðnum punkti. Þannig að ef að grafið lítur svona út eins og fílukalls munnurinn sem ég sýndi ykkur daginn, hérna, að þá er punkturinn sem við erum að vinna með kallast topppunktur. Hann er á toppnum á þessu grafi. Við förum semst upp eins mikið og hægt er, upp á topp, það er einhver punktur, þá förum við niður aftur. Ef hins vegar þetta myndi líta svona út, þá myndi punkturinn sem að er svona skemmtilegur og oft spurtur hann myndi kallast botnpunktur, þannig að nú er hann á botninu. Ef við erum með mynd, þá er auðvelt að sjá hver topp eða botnpunkturinn er, en við ætlum líka að fara yfir að hvernig við reiknum þetta. En hérna ætlum ég bara að finna botnpunkturinn með að lesa á grafinu, og þarna sé ég að lægsti punkturinn er með hnitið 2,-1. En skoðum þá almennt hvernig fyrsta og annars stigs jöfnur líta út. Þeir eru búin að vera að vinna með margar jöfnur sem líta út á þessu formi. Og dæmi slíkt er eins og þetta hér, y er jafnt á 3x pluss 2 eða y er jafnt á -2x pluss 4. Að hér er sem sagt í staðinn fyrir a-ið eða hægt að segja að a-ið sé 3 í þessari jöfnu og b-ið sé 2 í þessari jöfnu hjá okkur, í dæminu hérna. Og vissulega er a-ið í fyrsta stigs jöfnum hallatalan og b-ið er skurðpunktur við i-ás. En við erum ekki endilega að spá í það núna, heldur bara þess að stuðla á hvað þýðir a-ið og b ef við tengjum það við einhver svona dæmi. Vegna þess að ef við erum með annars stigs jöfnur, þá er hægt að segja að almennt líta þær svona út. Og hér nefni ég nokkur dæmi, það getur verið x í öðru pluss 4x pluss 2, eða hérna, eða hérna. Og í þessu fyrsta dæmi, þá get ég sagt að því ég er með 1x í öðru veldi hér, þá standi ekki einnanna fyrir framann,
þá myndi ég segja að A væri 1 í þessu tilviki. B væri 4 og C væri 2. Í dæminu hér myndi ég segja að A væri -1, B væri 2 og C væri -3. Þetta ætlum að notfæra okkur aðeins á næstu glæru. En svona auka spurning, af hverju er ég að segja að þessi jafna hér líti út á þessu formi hérna? Það er engin x í þessu dæmi hérna niðri hjá mér. Svona jöfnur koma meira fyrir í kafla 7 í bókinni aftur, en spáðu aðeins í það hvað gerist ef b er jafnt á 0. Við snúum okkur þá að næsta atriði. Samhverfu ás. Ef að ég er búinn að teikna upp annars stigs fall, þá sjáum við að þessi bogadregna lína sem er fleygbogi, hún speglast ákveðna línu sem heitir eða kallast samhverfu ás. Þannig að grafið hérna vinstra megin er eiginlega alveg speglun á því sem er hægra megin. Það er ekkert eiginlega, það bara er þannig. Þessi lína sem þetta speglast hún er samhverfu ásinn, þessi græna punktalína hérna á myndinni. Og annað sem er merkilegt í samhverfu ásinn er að topp eða botnpunktur sem ég var að segja ykkur frá áðan, hann liggur alltaf á samhverfu ásnum. Og við ætlum að skoða hvernig þetta tengist núna rétt á eftir. En byrjum á að skoða hvernig hægt er að finna nákvæmlega hvar samhverfu ásinn er. Það er búin að setja fram hérna jöfnu sem við getum notað. Samhverfu ásinn liggur í gegnum x, einhvers staðar hérna á myndinni, hérna, sem x er 2 í þessu tilviki. En við getum fundið hvar liggur hann í gegnum x-ásinn með að nota þessa formúlu hér. Við tökum þess -b og deilum með 2a. Og hvaða b og a er þetta? Jú, þessi hérna, sem ég var að segja ykkur frá áðan. Muni. Þannig að núna ef við athugum hvernig getum við notað þessu jöfnu, við skulum taka 2 dæmi þar sem við reiknum samhverfu ás og botnpunkt eða topppunkt. Þannig að hér erum við jöfnu og spurt er hver er samhverfu ás fyrir þessu jöfnu. Eða hver er jafna samhverfu ásins í þessu falli. Nú a í þessu tilviki er 1, þess talan hérna í x-inu, b er 4 og vissulega er hægt að segja að c er jafnt á -3, en við þurfum það ekki í þessu tilviki til að reikna út samhverfu ásinn. Þetta var jafnan í bleika kassanum áðan, þannig að núna set ég 4 hérna í staðinn fyrir b-ið. Sjá hérna, 4 kemur hérna inn og þá stendur -4 af því að það er mínus hérna fyrir framann. Og ég set 1 í staðinn fyrir a-ið hérna og svo reikna ég bara út úr þessu hér og fæ út -2. Og til þess að sjá að þessi rétt hjá mér þá er ég búinn að teikna grafið fyrir ykkur og ef þið skoðið það þá sjáum við að einmitt hérna sem -2 er að þar liggur þessi lína sem að fleigboginn speglast og kallast samhverfu ás. Þannig að samhverfu ásinn er þessi punktalína hér og er akkurat það sem að -2 er. En þá er það spurning með botnpunktinn. Hann ætti að vera hérna akkurat það sem að samhverfu ásinn er og samhverfu ásinn er einmitt þegar x er -2. Og þess vegna ætla ég núna að setja -2 hérna inn í upphaflega fallið í staðinn fyrir x og reikna. Nú passið ykkur á því sem ég sagði áðan að ef þið setjið mínustölur inn í staðinn fyrir x í öðru, þá þurfum við að hafa sviga hérna eða allavega hafa það vit í kollinum á okkur að reikna með að -2 fari í annað veldi. En með því að reikna hvað gerist ef ég set allstaðar -2 hérna inn í staðinn fyrir x-ið og þá fæ ég út -7. Það þýðir að ég er með hnitið -2,-7 og það passar líka með myndina að botnpunkturinn er einmitt með þetta hnit hérna -2,-7. Við tökum eitt dæmi viðbót. Aftur er ég með jöfnu og spurt er hver er jafna samhverfu ásins. Ég þarf að finna hvað er a-ið og nú er a-ið -1 og b-ið er 4 hérna. Svo setjum ég inn í jöfnuna sem var í bleika kassanum áðan og reikna hvað kemur út og núna fæ ég út 2 í staðinn fyrir -2 áðan og það passar ef þið horfið á myndina sem ég er búinn að teikna upp fyrir ykkur. Samhverfu ásinn liggur í gegnum hér þar sem x er 2 og þar speglast
grafið. Og til að ljúka þessu þá ætlum við að finna topppunktinn, ekki semst botnpunktur, heldur nú topppunktur, og hann liggur þar sem að x er 2 og þess vegna ætlum við að setja 2 alls staðar hérna í staðinn fyrir x og reikna. Og núna þurfum við líka að passa ykkur að þessi mínus er í rauninni mínus 1 x í öðru. Þannig að fyrst þurfum við að reikna hvað er 2 í öðruveldi mikið. Þannig að það eru 4 og svo margföldum það með mínus 1, þannig að mínusin heldur sér í þessu tilviki. Þið sjáum hérna útreikningana hjá mér, það lítur svona út. Mínusin er sem sagt fyrir framan sviðan, hann er ekki að fara í annað veldi. En þá fæ ég út 1 og þá passar ef við byrja þetta saman um myndina að topppunkturinn er með hnitið 2,1. Ég held að þetta sé nóg í bili varðandi annars stigs föll. Það var líka svolítið langt myndband en við höldum áfram með þetta í næsta myndbandi og næsta tíma. Takk fyrir mig.